Þá komið að lið 5, loftgæðamál á Akureyri, málshefjandi Jana Salome Ingibjörg Jósefsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að hefja hér umræðu loftmengun í Akureyrarbæ. Það skammtímalausnir sem við notumst við og getum notast við og hvert langtíma markmiði verður til að sporna við loftmengun. Það eru kannski helst 3 þættir sem gera það að verkum að ég vil ræða þetta hér á þessum tímapunkti. Meðal annars umræða mögulega gjaldtöku af nagladekkjum vegna tillögu Umhverfisstofnunar. Sú staðreynd að svifryksmælirinn okkar var bilaður í svolítinn tíma en nú komin í lag. Síðan erum við einnig að fá smartmæla 6 stykki sem verða hengt upp í leikskóla sem munu hjálpa okkur í að sjá hvenær það hættulegt heilsu barna að vera úti. En þeir mælar koma hins vegar ekki í veg fyrir svifryksmengunina sjálfa. Og svo það veðurfar sem við höfum verið að horfa upp á undanfarið, hlýindi og snjóleysi. Ef ég byrja á að fara yfir samþykktir og stefnur bæjarins, þá stendur í greinargerð með aðalskipulagi Akureyrarbæjar 2018 til 2030 með leyfi forseta. Með útþenslu og stækkun bæjarins ásamt fjölgun íbúa má reikna með því að umferð aukist. Þrátt fyrir að fyrirsjáanleg fjölgun verði á rafbílum og loftmengun í formi útblásturs bíla minnki, þá mun svifryksmengun af völdum nagladekkjanótkunar hins vegar líklega verða í samræmi við aukið umferðarmagn og aukast. En fremur stendur í aðalskipulagi með leyfi forseta, stefnt að því að minnka svifryki andrúmslofti og upplýsingar svifryki andrúmslofti skulu vera aðgengilegar á rauntíma hverju sinni á vef bæjarins. Götur séu sópaðar eftir þörfum. Takmarka skal notkun malarefna til hálkuvarna eins og kostur til að lágmarka myndun svifryks. Nota skal salt til blöndunar í hóflegu hlutfalli og önnur efni sé þess kostur. Stefnt skal að því að draga úr notkun nagladekkja til að minnka svifryk í andrúmslofti. Í nýsamþykktri umhverfis- og loftslagsstefnu undir kaflanum loftgæði og heilsa talað svifryksmagn í andrúmslofti. Ég held að ég þurfi ekki að tíunda það hér hversu stórt umhverfis- og vandamál svifryksmengun og hversu hættulegt það heilsu barna, aldraðra og fólks með undirliggjandi sjúkdóma. En það augljóst að hjá Akureyrarbæ verk að vinna. Í skýrslu frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu sem ber heitið Hreint loft til framtíðar, áætlun Loftgæði á Íslandi 2018 til 2029, það markmið sett fram að fækka árlegum fjölda daga þar sem svifryk fer yfir skilgreind heilsufarsmörk af völdum umferðar úr 7 til 20 niður í 0 fyrir árslok 2029. Þarna svo sannarlega verk að vinna. Árið 2020 hóf Efla í samstarfi við Akureyrarbæ sýnatöku vegna rannsóknar á efnasamsetningu og uppruna svifryks á Akureyri. Niðurstöður svo að bera saman við samsetningu svifryks í Reykjavík og út frá því meðal annars reynt að meta áhrif nagladekkja, mismunandi hálkuvarnarefna og annarra aðgerða ásamt því að skoða tengsl við veðurfar og mismunandi malbikstegundir. Markmiðið að safna betri og áreiðanlegri upplýsingum en nú liggja fyrir svifryk og mengun sem af því stafar og greina hvers vegna styrkur svifryks fer yfir heilsuverndarmörk. Það nú að vera 2 ár síðan frétt þetta efni var birt á heimasíðu bæjarins og ekki höfum við enn fengið niðurstöðu úr þessari rannsókn eða skýrslu en það styttist vonandi í að svo verði. Hins vegar til upplýsingar samsetningu svifryks af höfuðborgarsvæðinu og Hvalfjarðargöngum, svo eitthvað sé nefnt ásamt erlendum rannsóknum. Við sjáum það einnig að svifryk fer yfir heilsuverndarmörk á tímum þar sem veður stillt og þurrt, götur auðar og nagladekk komin undir bílana. Árið 2020 var farið í það verkefni að notast svifryk úr Hvalfjarðargöngum til að kanna uppruna umferðartengdar svifryksmengunar. Auðvelt að nálgast sýnin og utanaðkomandi þættir eins og veður hafa lítil áhrif á samsetningu. Þar kom í ljós að verulegur munur á svifryksmyndun yfir vetrartímann og sumartímann. Það tímabil með og án nagladekkja. Gísli Guðmundsson skrifaði grein þetta efni á Vísi en hann verkefnastjóri á rannsóknarstofu byggingariðnaðarins á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Þar fór hann yfir niðurstöðu rannsókna stuttlega en dró þá ályktun með leyfi forseta. Af þessum niðurstöðum ljóst að notkun nagladekkja veldur verulegri svifryksmengun í göngunum. Nagladekk slíta slitlaginu töluvert meira en heilsársdekk og sumadekk og svarf myndar fíngert svifryk.
Ekki er ástæði til að ætla að þessu sé öðruvísi farið utan gangnanna. Því má draga þá ályktun að nagladekk séu aðalorsök þess umferðar tengda svifryks sem myndast á höfuðborgarsvæðinu. Hluti dekkarslits í svifryki er verulegur en væntanlega er dekkarsliti svipað allt árið sem og útblástur frá ökutækjum. Með því að takmarka notkun á nagladekkjum væri hægt að auka loftgæði verulega. Síðan var rannsóknarskýrsla sem ber heiti losun svifryks frá gatnakerfinu og höfuðborgarsvæðinu, ferlar og líkan sem var styrkt á rannsóknarsögu Vegagerðarinnar, var notast við svokallað Nordtrip líkan en það er notað til að spá fyrir uppsprettur svifryks og afdrif þess. Þar var líkanið notað til að spá fyrir svifryk vegna bílaumferðar og fá vísbendingar hvað þurfti að gera til að sporna við svifryksmengun. Ein af þeim niðurstöðum sem kom fram í skýrslunni er svo að það þurfi að draga úr notkun nagladekkja. En næmnigreining gefur til kynna að nagladekkjanotkun sé langveigamesti þátturinn í myndun svifryks frá umferð á höfuðborgarsvæðinu. En þar er einnig rætt sem er áhugavert skammtíma aðgerðir og langtíma aðgerðir sem þarf að beita. Hvað þurfum við að gera til að ná langtíma markmið íslenskra stjórnvalda að engin dagur fari yfir skilgreind heilsuverndarmörk fyrir svifryk? Í þessari skýrslu er tekið fram að mikilvægt sé að beita bæði langtíma og skammtíma aðgerðum. En dæmi skammtíma aðgerðir er að minnka umferð helming á gráum dögum, til dæmis með því að banna notkun allra bíla sem enda á sléttri eða oddatölu og lækka hámarkshraða og með því að ríkbinda götur með vatni. Langtíma aðgerðir væri þá að draga úr fjölda bíla, lækka hlutfall bifreiða á nagladekkjum og auka hörku steinefnis í slitlögum. Þó svo ég hafi sagt rosalega oft orðið svifryk og svifryksmengun og tala mjög mikið nagladekk, þá er ég ekki að leggja það hér til að við bönnum nagladekk í Akureyrarbæ. En líkt og við höfum séð á umræðum undanfarið eftir að Umhverfisstofnun lagði til að setja yrði gjald á nagladekk, að sú umræða getur verið eldfim og hún er tilfinningalega heit sem er skiljanlegt. Það er þó umræða sem við þurfum að eiga ásamt ýmsu öðru þegar kemur að því að minnka svifryksmengun. Sú umræða þarf að vera yfirveguð og byggð á staðreyndum og það þarf líka að leggja til og kanna lausnir sem gefa fólki sömu öryggistilfinningu og nagladekkin. Á fundi umhverfis- og mannvirkjaráðs í apríl 2020 voru samþykktar verklagsreglur fyrir svifryksaðgerðir Akureyrarbæjar. Markmið þeirra aðgerða var og er að draga eða takmarka áhrif svifryks af götum og loftgæði á Akureyri. Aðgerðirnar eru mismunandi eftir árstíma, hitastigi og fleiru. Á fundi ráðsins í desember 2020 var ráðinu svo kynnt viðbragðsáætlun heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra til að bæta loftgæði utandyra. Eftir þessa yfirferð og miklu umræðu nagladekk og svifryk að þá leggja til eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn leggur til að Akureyrarbær meti árangur þeirra aðgerða sem ráðist hefur verið í til að takmarka áhrif svifryks og setja sér markmið hversu mikið eigi að draga úr svifryksmengun á tilgreindum tíma. Í því skyni verði settar fram fyrirhugaðar leiðir og mælanlegir mælikvarðar. Vísar bæjarstjórn tillögu sinni til umhverfis- og mannvirkjaráðs. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Jönu Salome Ingibjörg Jónsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Gunnar Líndal Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Jönu Salome fyrir þessa umræðu. Þetta er sjálfsögum mjög mikilvægt mál og flókið og hafa mikilvægt að vinna stöðugt að því að leita leiða til að bæta loftgæði og lágmarka svifryk. Þegar ég var að kynna við málið þá sé ég að það verið prófað ýmsar leiðir síðastliðin ár og eftir því, og eins og komst inn á hann, er verið að fjölga mælum sem að ég tel vera mjög mikilvægt til að geta kortlagt stöðuna í heild og eins þá metið árangur þeirra aðgerða sem farið í. Og svo náttúrulega mikið að benda á að þetta er samstarfsverkefni nokkur aðila. Það er Vegagerðin og heilbrigðisnefndin og bærinn og fleiri. En eins og ég segi, ég held að sé mikið að setja sér mælanleg markmið og rýna verkferlana stöðugt. Ég mun taka undir þessa bókun. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Líndal fyrir.
bæjarfulltrúi. Hildur Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Jónu Salóme kærlega fyrir greinagóða yfirferð og að setja málið á dagskrá vegna þess að það er ótrúlega mikilvægt. Kannski til að byrja með, það er oft talað breyttar ferðavenjur sem svona stjórnsýslulegt fyrirbæri. Ég hef upplifað þetta bara sjálf. Ég var alltaf á bíl og vildi komast á mínum bíl, helst inn í búðirnar sem að ég var að fara að heimsækja eða áfangastaðina. Og breytti mínum eigin ferðavenjum töluvert og notast núna mikið við hjól og auk þess farin út að hlaupa og svo framvegis og þá kynnist maður þessu sambýli við þetta svifryk með allt öðrum hætti heldur en þegar að maður er lokaður inn í bíl og það kom mér alveg óvart á þessum dögum sem að eru svona stillur og snjólaust og svo framvegis hvað þetta svakalega mikið og hvað þetta hrikalega óþægilegt og tala nú ekki þegar maður að ferðast einhvers staðar þar sem að koma þungaflutningstæki og maður endar í einhverjum svona bara hreinlega stormsveip af ekki bara svifryki heldur bara hreinlega af sandi sem að maður jafnvel bryður. Og við heyrum þetta örugglega flest sem að sitjum í bæjarstjórn frá fólki í bænum sem að nýti sér sérstaklega aðra samgöngumáta og eða nýtur útivistar í miklu mæli. Og það kemur svo oft fram líka þessi hugrenningatengsl við að við búum í einhvern veginn litlu samfélagi á norðurhjara veraldar þar sem að ein af grunnþáttum þessa sem að við metum mikils eru til dæmis öryggi, nálað við náttúru og útivistar og þess að geta lifað einhvers konar heilbrigðum lífstíl. Og ég held alveg að við séum öll sammála þetta, vill engin svifryk, það engin, já takk ég vil endilega hafa svifryk, en það sem síðan kannski flókið hvernig við ætlum að takast á við þetta og hversu mikið og auðvitað þetta tenging við bílaumferð og tenging við nagladekk og alls konar óþægilegt, getur líka tengst skipulagsmálum auðvitað þegar við erum kannski að útvíkka bæinn þá býr það til aðstæður þar sem við þurfum frekar á bíl að halda ef við þurfum að fara langan veg og svo framvegis. Varðandi þessi nagladekkja umræðu þá fannst mér hún ótrúlega polariseruð og erfið. Auðvitað eru líka aðstæður á Íslandi dálítið ólíkar, hvort ef þú ert að bera saman til að mynda höfuðborgarsvæðið og síðan okkur hér sem erum á tiltölulega snjóþyngra svæði og oft finnst mér vanta svolítið svona faglegar upplýsingar sem einhvern veginn hafnar yfir allan vafa, eru heilsársdekk jafn örugg og nagladekk vegna þess að endanum auðvitað eru langflestir að huga að öryggi sínu og annara en það síðan kemur einhvern veginn öryggi þá gangandi vegfaranda versus keyrandi þannig að þetta ekkert alveg einfalt en við finnum alveg fyrir því að þegar að kannski vera að fara í umferðina þá og það á þessu snjóþunga svæði að fólk vill vera sem öruggast hvað varðar nagladekkin en þannig eitt af því sem þarf ef við ætlum að ná okkur einhvern veginn upp úr skotgröfunum og inn á einhverja vegferð þar sem ég held að allir séu sammálum þar að segja endilega við viljum ekkert svifryk en ég bara ánað með að bæjarfulltrúi Jana Salóme tala þetta og tek undir bæði með henni og bæjarfulltrúi Gunnari að það er ofsalega mikilvægt að horfa til mælanlegra mælikvarða og sjá hvaða árangri aðgerðirnar okkar að skila. Þú veist, ætlum við bara að fara í bráða aðgerðir þegar allt í vesenni og bregðast við því eða hvernig ætlum við að horfa til þess að gera þetta til lengri tíma. Og auðvitað á ekkert að vera ásættanlegt að svifryk í andrúmsloftinu okkar fari ítrekkað yfir heilsufarsmörk. Það ekki bara óþægilegt fyrir okkur sem stundum útivist, þetta náttúrulega sérstaklega óþægilegt fyrir þá sem eru viðkvæmir fyrir, börn, ungmenni, fólk sem á við öndunarerfiðleika að stríða og svo framvegis og auðvitað bara þá sem að meta mikils hreint loft og tala nú ekki tengingar svifryks jafnvel við dauðsföll sem að sláandi. En þannig ég mun að sjálfsögðu taka undir þessa bókun og hvet okkur öll til þess að vera svolítið að huga að þessu í okkur og kannski ekki síst í skipulagsmálum. Það alveg það ýmislegt sem að mælir til dæmis með þéttingu byggðar til þess að fleiri geti nýtt sér aðra samgöngumáta heldur en einkabílinn og í því samhengi þetta kannski að velta fyrir sér bættu leiðakerfi strætó og svo framvegis. Þetta kemur víða við. En takk fyrir umræðuna og ég mun taka undir bókana.
Þakka Hildur Gísladóttir fyrir. Ég ætla að biðja Höllu Björk Reynisdóttur að taka við stjórnfundarins. Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti. Ég ætla að þakka bæjarfulltrúa Jönu Salóme kærlega fyrir góðar umræður. Ekki fyrir svo löngu síðan vorum við að tala átaki nýtingu heita vatnsins og svo sannarlega förum við í það átak fyrir eða síðar. Ég held líka eftir umræða síðustu daga með nagladekkin þá ég örugglega einn af þeim Akureyringum sem skamma sínu var nagladekkjum í dag. Það er búið að vera 10 stigi hiti í viku. Þannig ég held við ættum kannski að fara í átaki þessu líka. Kannski að við lifum af fyrsta snjóin, bíðum aðeins, hingrum eftir snjó númer 2, jafnvel snjókomu númer 3. Auðvitað allt annað fyrir þá sem að ferðast mikið landið og fara yfir Öxnadalsheiði og alls kyns svoleiðis sem að vinna við svona. En ef ég myndi, ef það ekki kostar svona mikið að skipta dekk, þá væri ég örugglega búin að fara aftur tilbaka. Þetta eitthvað sem við þurfum kannski að fara í átak í út af því að það hlýnandi í heiminum. Það varla komið snjór ennþá og þetta bara svona mál sem við mættum skoða eins og með átak við heita vatninu. Takk fyrir. Þá bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og ég færi honum aftur stjórnfundarins. Takk fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sunna Lín Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrús Jönu Salóme kærlega fyrir að taka þetta mál upp og fyrir mjög ítarlega og fróðlega yfirferð. Því það mjög nauðsynlegt að við hugum ekki bara að því hvernig við ætlum að bregðast við svifryki, heldur hvernig við ætlum að koma í veg fyrir svifryk hérna í bænum. Þannig að ef þessi tillaga verður samþykkt að við setjum okkur markmið hversu mikið eigi að draga úr svifryksmengun á tilgreindum tíma, þá verðum við að passa að þetta verði ekki bara umræða hér, heldur fari verði í þessa vinnu og verkefni rati inn í starfsáætlun umhverfis- og mannvirkjasviðs. Eftir að hafa verið bæjarfulltrúi núna í nokkra mánuði þá fæ ég stundum pínu tilfinninguna að við ákveðum alls konar hér og fylgjum ekkert alveg alltaf eftir og mun taka örugglega einhverja umræðu það seinna, þannig að við verðum að passa að þetta ratengst þar inn. Takk fyrir mig. Takk bæjarfulltrúi Sunnu Lín fyrir bæjarfulltrúi Halla Björk, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svona ekkert við þessa umræða að bæta hana en ég ætla að byrja að þakka Jönu Salóme fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Verulega mikilvægt fyrir okkur öll að reyna að ná utan með þessi mál og auðvitað eitt að fylgjast með svifrykinu og mæla hvaðan það kemur, þú veist, auðvitað það hjálpar það okkur til við að bregðast við, þú veist, það svona greina og ég hlakka til að sjá hvernig þetta samansett hérna. Ég held að það sé átaki okkur öllum, ekki bara okkur sem stjórnvaldi að gera einhverja hluti, ég held að það líka fyrirtækin, einstaklingarnir og svo hvernig við höfum okkur, eins og bæjarfulltrúi Heimir kom inn á, getum við dregið að setja nagladekkin, þú veist, getum við reynt að nýta okkur strætó þó að vera ekki annað, þeir sem getum allavega minnkað umferð nagladekkja í bænum. Og sérstaklega svo kemur bara langur kafli bara fram að jólum jável og það þurrt og stillt við eins og búið að vera núna síðustu vikur þannig að við finnum sérstaklega fyrir þessu. En það líka, þú veist, bara moldarhaugar, þú veist, hægt að bregðast með að vökva, þú veist, og það alls konar sem kemur í svifryk og eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á að við erum að hvetja til útivistar og leggjum fína göngustíga og svo maður út að labba og fær svona alveg þannig að byrja hvernig á ég að vera, þú veist, get ég andað í gegnum peysuna eða hvað á ég þarf að vera með grímu í verstu tilfellunum. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að reyna að ná einhvern veginn böndum á þessa mengun og þú veist hvernig sem við förum að og ég tek heilsundar undir bókunina sem að hún Jana kom með í upphafi. Ég held líka sko að fylgja málum eftir, það er bara rétt að því og þess stökkið upp að því að ég held að það sé einmitt lykilatriði, þú veist, við erum ofta að og ætlum okkur og viljum vel og allir sammála og við förum alveg full og svo fer málið eitthvað inn og það vinst og svo kannski bara mikið að gera eða hvernig sem þetta æxlast að það einhvers staðar stoppar hvort sem það í kerfinu að milli aðila eða þá að hafa samband við fleiri
og hérna svo bara deyr þetta og ef við erum ekki vakandi fyrir því að taka þetta upp aftur og segja hvað er þetta statt, að það er jafn mikilvægt. Þannig að ég hvet okkur all bara til góðra verka í þessum efnum. Þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur fyrir, orðið er laust. Ekki fleiri hvassir til orðs, þá ætla ég að lesa bókunina. Bæjarstjórn leggur til að Akureyrarbær meti árangur þeirra aðgerða sem ráðist hefur verið í til að takmarka áhrif svifryks og setja sér markmiðum hversu mikið að draga úr svifryksmengun á tilgreindum tíma. Í því skyni verða settar hann fyrirhugaðar leiðir og í mælanlegir mælikvarðar. Vísar bæjarstjórn tillögu sinni til umhverfis- og mannvirkjaráðs. Þau sem að samþykkja þessa tillögu samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Eftirfalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 10. nóvember 2022, bæjaráð 3. og 10. nóvember 2022, fræðslu- og lýðheilsuráð 7. nóvember 2022, skipulagsráð 9. nóvember 2022, umhverfis- og mannvirkjaráð 8. nóvember 2022, velferðarráð 27. október og 9. nóvember 2022 og hægt er að nálgast fundagerðirnar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá er fundi slitið 16:46.